Þannig að ég spenntur að heyra samtöl ykkar á eftir það sem við erum að fara að fjalla og mig langar að bara leyfa mér að hugsa upphátt með ykkur og notkun gervigreinda með nemendum til þess að þjálfa gagnrýna og greinandi hugsun einhverja hluta vegna. Ég ákvað bara að breyta krafturinn á erindinu mínu, ég má Magnús. Það það sem ég að hugsa. Og þið hafið öll rekist á svona fréttir, þessar á ensku, allir auðvitað það að gervigreindin sé að eyðileggja vinnuna okkar. Við fengum sjokk hérna fyrir nokkrum árum síðan og vorum hrædd að gervigreindin væri, þú eru bara öll verkefnin sem við bjuggum til og eyðilögð vegna þess að heimavinnan virkar ekki lengur. Og það var svolítið skemmtilegt að kennari, verkfræðikennari frá Ástralíu sem að ég hef fylgst með, setti hérna skömmu eftir að við kynntumst ChatGPT á Twitter þarna fullyrðingu þar sem að hann segir endar hann á því að segja ef þau nenni ekki að skrifa, hvers vegna því hann nennar að lesa. En svo kemur kannski alvaran að hann vill gjarnan búa til þannig menningu í tengslu við námið sem stuðlar að því að nemendur skilja hvernig þið geta notað gervigreindina og í raun og veru út frá spurningunni ef að gervigreindin getur gert það sem þú átt að gera í náminu, hver ætti þá að ráða þig? Hvers vegna ég að ráða þig í vinnu ef að þú ert búinn að nota gervigreind alla leiðinni gegnum nám og hún unnið verkið fyrir? Og öfgaútgáfan í raun og veru þetta að eins og Magnús segir, við getum notað gervigreindina til að búa til prófin okkar og verkefnin til prófs af því að við erum svo busy og upptekinn og höfum þennan þræl hérna í skjánum okkar og svo kemur nemandinn sem rosa busy á fjölskyldu og börn og hús og bíl og allt á fullu og hefur engan tíma til að vera í helvítis námi og við böggan með vinnu að þá lætur hann gervigreindina sjálfsögðu leysa það og svo höfum við heldur engan tíma til að lesa yfir verkefnin og við fáum gervigreindina til að lesa yfir. Og þá spurningi hvar námið í þessu ferli? Úps, það var eitthvað eftir. En mig langar til að horfa fram á veginn og sjá hann og í raun og veru vil ég meina að í þessu eru falin tækifæri. Það það sem ég langar til að skoða með ykkur og ég að hugsa upphátt hérna, ég búinn að hugsa mikið svolítið tíma og ég eins og þið vitið, við erum öll í þessu, við erum að æfa okkur í hugsun okkar með því að fá að tala, láta aðra hlusta okkur tala það sem við erum að hugsa. Þannig að ég sé fyrir mér að með því að nota gervigreind á skipulegan hátt þá getum við jafnvel náð lengra og dýpra í náminu en áður. Málið að þrátt fyrir alla mína tilraunir til að fá nemendur mína til að hugsa á greinandi og gagnrýninn hátt, þegar kemur að meistaraverkefninu, þá það varla fyrir á seinustu metrunum að ég fæ þá texta sem ég langar til að sjá, þar sem einhver greinandi og gagnrýninn vinn í gangi. Mér finnst þetta svolítið erfitt. Af hverju gerist ekki meira í sambandi við bara þetta greinandi og gagnrýninn hugsun? Og ég velti fyrir mér hvað erum við að gera eitthvað vitlaust? Maður endalaust ekki að gefa viðbrögð og segja þú ættir að skoða þetta betur og með að gagnrýni hér og svo framvegis og svo gerist ekki neitt. Þannig að kannski getur gervigreindin hjálpa okkur þarna ef við nýtum hana vel. Þannig að þetta tækifæri og það sem ég byrjaði að gera í raun og veru bara að leggja spilin á borðið og segja við nemendur, ég að læra að nota þetta. Það meira að segja þeir sem búa til gervigreindina, þeir hafa ekki hugmyndum hvernig hún virkar og hvað hún gerir og hvað hún getur gert. Við erum öll að læra. Ég að læra með ykkur, getum við lært þetta saman og reynt að spila með opnum spilum
það finnst mér bara síðan ég fór að tala þannig við nemendur mína að þá finnst mér ég ná aðeins meiri dýpt í bara samvinnunni með þeim. Og þannig að þetta raunveru prógrammið mitt svolítið. Í kennslu get ég notað gervigreind með þeim þannig að við erum öll að læra að nota gervigreindina og náum meiri árangri í námi. Þetta aðeins smá forgrunnur hvað eiga nemendur okkar eiga að kunna. Og þegar ég var í háskólanámi þá var enginn sem sagði mér hvað ég ætti að kunna. Við lásum einhvern inngang að og þarna það hjálpaði eitthvað en við vorum algjörlega rugluð eftir það námskeið og þarna þetta er þessu inngangur að félagsfræði, inngangur að guðfræði, inngangur að en núna þá höfum við sko hæfniramma íslenska menntun þar sem þetta stendur bara svart á grænu eða bláu þekkir og skilur fræðileg viðfangsefni og álitamáli getur sett nýjustu þekkingu í samhengi og svo framvegis. Þið sjáu sko þannig sko greinandi og gagnrýnin hugsun á bakvið þetta allt saman. Og við höfum meira að segja sko viðmiðum æðri menntun getur greint frá fræðilegum upplýsingum, hugmyndum, vandamálum og úrlausnum í áheyrn sérfræðinga. Ég get það, ég hér. Hafi hæfni til að setja fram og lýsa fræðilegum atriðum og rannsóknarniðurstöðum á erlendu tungumál. Þið að gera eitthvað í því? Geta eitthvað meistara nema það? Við erum að gleyma einhverju, en það svona bara sín. Svo höfum við svona gömlu fræðin, þið þekkið Bloom og Beth ætlar að sýna ykkur Bloom á eftir og þannig að hann flokkaði hugsun mannsins í 6 stig, þar sem að þekking, það er að muna, er einfaldastigið og mat og sköpun er dýpsta og erfiðasta stigið. Við viljum koma nemendum okkur þangað og Fink, hann gagnrýndi svolítið Bloom að því að þetta væri svo þröngt, þetta væri bara byggt við einhverja þekkingu, en hann reyndar að ignorera það eins og ég líka að Bloom er ekki bara með þekkingar þarna svið, hann er líka með leiknissvið og viðhorfssvið. Þegar svo bætir Fink við hérna mannlegri vídd og umhyggju og það að læra. Umhyggjan til dæmis, sko, ef við hefðum haft umhyggjuna með, væru þá verkfræðingarnir alveg tilbúnir að frakka olíu út allt þar sem það er hægt, skiljiði? Ef við hefðum lært meðfram efnafræðinni umhyggju fyrir jörðinni, það er svona hans point. Og ef þið lesir leiðbeiningar, til dæmis bara leiðbeiningarrit hvað þurfa kennarar að kunna gervigreind, að þá flokkar UNESCO það í þarna að afla eða skilja, þróa og skapa. Það dekkar í raun og veru Sam og Bloom. Og við getum haldið áfram, við erum þátttakendur í Aurora-verkefni. Þar fáum við leiðbeiningar það að búa til hæfniviðmið fyrir námskeiðin okkar. Þar sem er verið að tala samfélagslega þáttöku og munnleg samskipti, rannsókn og greining og gagnrýna hugsun, lestur og skrifleg samskipti. Ofboðslega gott verkfæri til að hjálpa okkur að skrifa hæfniviðmið. Þannig við höfum fullt af verkfærum til þess að spá í hvað það sem nemendur okkar eiga að kunna. Og svo lendir þetta í hæfniviðmiðunum í námskeiðunum okkar. Þannig að þetta er svona stuðningu sem við fáum til að spá í hvað eiga nemendur okkar að kunna. Svo bætir því að sjálfsögðu við fagin ykkar sem er aðalmálið. Heyrðu, hvernig læra þið þetta? Ég hef heitlaði svolítið mikið af þessari framsetningu. Knúð Illeris sem er svona fullorðinsfræðslu prófessor, hann var prófessor í fullorðinsfræðslu í Danmörku og gerði marga góða hluti þar. Hann tók sem sagt, þetta er túlkun hans á túlkun Nissin á framsetningu Piaget á sem sagt námi, hvernig fólk lærir. Og
einfaldasta tegund náms uppsöfnun. Þú bara bætir við, fær meiri og meiri upplýsingar og þú vistar þær í heilanum. Svo kemur samlögun, þú fær meira af því sama. Þú lærir aðeins þarna, þú búinn að læra Bourdieu og þá ferður í Foucault og það hann svona og þeir eru það smá munur á þeim og svo framvegis, en þetta er ekki allt öðruvísi. Svo kemur aðhæfing, þá allt í einu þarftu að læra eða svolítið upp á nýtt, því að það sem þú ert að læra, það stangast á við það sem þú varst búinn að læra. Og þú þarft eiginlega að ákveða hverju á ég að trúa, hvað á ég að hafa. Og svo vill þarna Illyrris meina að við þurfum að taka hreint og beint umbreytingarnám með í þennan flokk. Í dag þá þurfum við meira og meira og oftar að endurhugsa bara allt saman. Endurraða skipulagningu sjálfsins eins og Carl Rogers sagði. Þannig að þetta eru svona 4 tegundir af námi og hvernig lítur þetta út hjá okkur? Ef þú ert að safna upplýsingu þá þarftu að lesa og hlusta, þá þarftu að muna, þá þarftu að nota minnistækni og glósa og jafnvel kenna öðrum. Ef þú þarft að sýna þekkingu þá getur verið við kynningar í tímum og skrifa texta og taka próf. Og svo eru komin yfir í rauðu deildina að þjálfa notkun og aðferðum og hugtökum, þá þurfum við verklegar æfingar og hermileiki, umræður. Og ef ég ætla að nýta þekkingu og útfæra og staðfæra, þá get ég verið með framlýsverkefni, hönnun, lausn og við raunverulegar áskoranir og svo framvegis. Við höfum margar leiðir fyrir þessa ólíku tegundir af námi sem við erum að spá. Þannig að, og svo kemur gervigreind. Hvernig getur hún komin inn í þetta? Og Magnús var með svona lista, ég er með ennþá styttri lista, og sem segir ekki alla söguna, en við getum stillt gervigreindina þannig að hún spurji mig út úr sem nemanda. Við getum stillt hana þannig að hún gefur mér endurgjöf við textum mínum. Þannig að ég fæ svona ráðgjöf og ég veit að þið eru þannig að gera það alveg eins og ég. Eða nota hann sem þjálfara. Ég get fengið hérna sókratískar spurningar á skjánum og ég jafnvel fengið hann bara til að tala við. Þannig að það er margir möguleikar og ég svona reyna að gera hluti með nemendum mínum og daginn þegar við vorum að klára misseri þá spurði ég nemendur hvernig notuðu þið gervigreindina á námskeiðinu, bara í náminu. Og þau voru hérna, gulu miðarnir eru svona svipað, hjálpa mér að fá hugmyndir og svör við því sem ég skil ekki alveg. Gervigreindir var ágætið stuðningur við að fá hugmyndir og til að biðja útskýringar. Og ég fékk hana til að kenna mér á forrit sem ég kunni ekki á. Hjálpa mér að skipuleggja hvernig ég vinn verkefnin, á alls konar hluti sem er í gangi. Ég fljótara til hérna grænum miðar, ég fljótara til eitthvað með námsættum með til að láta gervigreindirna stytta textana, en þá veltum við fyrir okkur býttunum við. Við erum að læra að lesa fræðilega texta og verða flink í því að finna aðalatriðin sjálf. Þannig að hvar er þessi nauðsynlegi erfiðleiki í vinnunni? Og þetta eru fyrstaásnemar, fullorðin fólk, iðnmeistarar sem eru að byrja í skóla. Þannig þau á fullu fangi með þetta fræðilega mál. Þannig að vissuleyti segja, ok, flott. En við þurfum hitt, við þurfum að setja reiknivélarnar út í horn og æfa okkur í því að lesa sjálf, skilja sjálf, finna aðalatriðin. Þarna þurfum við að púsla hlutu saman og meðvita að gera þetta. Þannig að það var aldrei nokkur einn einasti kennari í mínu námi sem meðvita kenndi mér að lesa fræðilega greinar. Eða hvað maður ætti að gera við þetta. Það er bara einhver smá viðbrögð við ritgerðunum og einhverja tölu. Svo lærið maður bara. Þannig að við erum hérna, ég held að nemendur okkar séu að fá mörgur sem byrjast þjónustu við fengum, langt flest okkar sem er hérna inni. En það sem mér fannst áhugavert var að þau voru öll búin að átta sig á takmörkunum og hafðu lært sem sagt að átta sig á hvað þau gætu ekki gert og farin að treysta meira á sjálf sig heldur en gerði.
Þannig að ég kom hingað, hvað gætum við gert? Hvernig getum við notað, hvernig get ég notað gervigreindina til þess að þarna vinna með nemendum og búa þannig að þau þjálfist í gagnrýnri hugsun og greinandi hugsun. Og þetta er það sem ég ætla að varpa til ykkur eftir, við notum þessa glæru aftur, en ég ætla að lesa fyrirsagnir hérna aðeins. Við erum með verkefnamiðað nám og raunverulegar áskoranir. Ef við gefum þeim verkefni þar sem að nemendur okkar eru að leysa einhver alvöru mál, þau getur verið þykjustu alvöru mál, en þarna, og þau geta þá notað gervigreindina við það, eða í stað þess að skila lausnum, bara tilbúinni ritgerð, eða hvað nú þá gera þau hugsunarferðinin sýnilega. Hvernig notaðu hvað, hvernig fannstu heimildir, hvernig valdur heimildir, hvernig bjóstu til beinagrind og svo framvegis, að við leiðbeinum þeim í gegnum þetta ferli. Og þetta er mjög svipað kannski þriðja kaflanum hérna, leiðsagnanám. Að vinna nemendum með verkefnum, vinna verkefni með nemendum undir handleiðslu þar sem þau læra að nota gervigreindina. Við erum átt okkur á því eins og Magnús sagði að þau hafa ekkert endilega forsendur til þess að læra sjálf að nota gervigreind við námið. Og þannig að við getum gefið þeim handleiðslu við það og farið smá saman í gegn einhvern ferli, hvað sem eins og bara aðferðafræði eða greina þessa texta og svo framvegis. Fjórða atriðið að meta áreiðanleika upplýsinga, fá sem sagt gervigreindina til þess að vinna eitthvað fyrir þig og skoða og tékka á heimildunum og láta þau segja af hverju þau völdu þetta svar frekar en hitt. Þannig þá eru þau strax farin að hugsa á gagnrýninn hátt. Þjálfa þau að gera fyrirmæli fyrir gervigreind. Þú þarft að skilja mikið ef þú ætlar að gefa flókin og skýr fyrirmæli og þá má jafnvel gera þau þannig að þau séu í skrefum, gera fyrst þetta, svo þetta, svo þetta. Eða fá leiðbeiningar. Ég hef alveg prófað það að láta gervigreindina benda mér á hvernig Sif beitir gagnrýnu hugsun í sinni grein, sýndu mér dæmi gagnrýna hugsun og greinandi hugsun og láta svo nemendur okkar nota það og kópera, herma eftir því hvernig þessi með gagnrýnu og greinandi hugsun. Er það ekki það sem vikir? Ég man eftir því ég var að skrifa ritgerð í guðfræðinni, þá tók ég einhverja aðferðafræði, einhverja grein og skrifaði ritgerð sem var eiginlega byggð upp á sama hátt, en þannig er ég. Og við erum að búa til svoleiðis verkefni. Eða samanburð á endurgjöf. Þú getur skrifað texta, látið gervigreindina gefa þér endurgjöf, látið samnemenda gefa þér endurgjöf, látið kennarinn gefa þér endurgjöf og bera saman endurgjöfina og segja af hverju þú valdir þessa frekar en hina. Þetta er svona 7 dæmi. Sumt af því hef ég skáldað sjálfur, annað hef ég stólið hérna og þaðan úr þeim heimildum sem ég notaði þegar ég var undirbúinn undir þetta. Þannig að sem sagt, ég sé það sem verðugt verkefni fyrir mig og vonandi sjáu þið eitthvað svipað að nýta gervigreind með opna hönd. Sem sagt, ég er ekki með skilin hérna og félögu heldur, ég segi þeim hvað ég er að hugsa, hvað ég er að gera og gera það með nefndum. Við erum öll að læra saman.